Svona fátt það að segja, áhorfendur þegar þeir dett inn, þá sjá þeir að sjálfsögðu Breiðholtslaugina í bakgrunn. Og þessa nýju rennibraut sem turnar yfir henni. Sjáum þannig mann fara í rennibrautina. Jú. Vinkar einmitt áhorfendum á vellinum. Já, og hefur gaman aðgreinilega. Það alltaf gaman að fara í Breiðholtslaugina. En það besta laug landsins. Hárið rétt. Jæja, Róbert Hauks. Keyrir inn á miðuna, kemur með hann yfir. Róbert Kvendal tekur við. Hann nær ekki að koma sér í skot. Kenneth Hogg bara hirðir á honum boltan. Og Njarðvíkumenn haldi í boltan í rólegheitum. Við þurfum hér að setja bílinn í gang og slökkva á honum aftur til að opna hjá okkur glugga. Jú. Það fann að myndast móða. Móðan góða. Og það var markaskoraðinn með boltan komin inn í teig. Daði til varnar. Kemur með hann fyrir. Kai Leo. Kemur með einhver sirkussendingu og þeir skora. Sérðu hvað þetta er? Leikur nummer 13. Þetta er Dominik Radic. Já, sem við vorum að tala um þetta. Já, sem að þetta var nú bara fór í gegnum þessa frægu Dínamo Zagreb akademíu. Flott sókn hjá Njarðvíkumönnum. Og enn og aftur er gervigrasið að reynast okkur illa í fyrsta leik lengi deildarinnar. Já, það er hárrétt. Töpuðum við þetta á móti Selfossi hér í fyrra 3-1 ef mér skellast ekki. Nei, var ekki 3-2. 3-2 geti verið. Þar sem að Sindri Björnsson átti eina af stóðsendingum tímabilsins. Hann þræddi Ómar Sói í gegn. Já, hárrétt. Það var leikur nummer 13, Dominik Radic, sem skoraði. Þetta var flott sókn hjá Njarðvíkumönnum. Leiknismenn verða að bregðast betur við. Já. Gott ef að þetta er ekki einn af þessum leikjum sem við verðum bara að vera með sigur í þegar að tala upp á pókanum góða í lok tímabils. Jú, þetta getur orðið ansi dýrt. Og sjáum hér Robba Hauks. Robbi Hauks, hann hefur verið að spila vel í dag. Já. Já, og já. Nú er spurning hvaða hljóð er í gangi á áhorfendum, en við reynum að redda þessu, já. Þetta er gott. Við erum komnir í loftið. Já, streymið er komið í gang. Og verið hjartalega velkomnir, áhorfendur góðir. Við lokum hér gluggum og það eins og áður segir, þá setjum við í bíl. Við ætlum aðeins að kanna. Og þetta er auðvitað það sem áhorfendur heyra núna í útsendingunni. Já, heyra þeir tvöfalt. Mér sýnist nú ekki vera neitt delay á það. Sem er mjög gott. Og þá er flauta til hálfleiks. Og spurning hvort að við tökum okkur bara pásu svona fyrir að stríma þetta. Þetta var Já, við erum búin að vera í brasi í fyrirháleik. Já, það er ekki hægt að segja neitt annað. Flottur hálfleikur spilaðir á Njarðvíkumönnum. Já. 2-0 yfir. Leiknismenn óheppnir að vera ekki búin að skora í þessum leik allavega. Það var sagt. En bara sjáumst í síðari hálfleik. Akkurat.
Já, góði gestir, við erum komin aftur hérna með annan seinni hálfleik af Leiknis og Njarðvíkur. Við lefum að sjálfsögðu bara vallarþul Leiknisvallar að tilkynna þessar skiptingar og við erum hérna í brasi með bílinn, við sitjum hér í bíl, sendum út úr bíl og það er Eyþór sem er með mér. Hann fór með Sindra Björnsinni í hálfleik og þeir fengu sér hamborgaratilboð. Við erum svona að koma okkur fyrir aftur og Leiknismenn, þeir eru með boltan og þeir eru hættulegir með boltan, er það ekki Eyþór? Jú, það er nú vonandi að þeir klári nú eitthvað færi núna. Já, færanýtingin hjá Leiknismennum hefur ekki verið góð í fyrirhálfleik eða það sem er afverið leiks. Nei, við fáum inn Arnór og... hver er komin líka? Aron. Já. Vonandi að þeir geti töfrað eitthvað. Já, það er vonandi. Sjá, Leiknismenn, við þurfum hér að opna glugga á bílnum. Robby Hauks með boltan fyrir. Og ég er svona að vona að hljóðið í útsendingunni heyrist. Það ætti allavega að gera það. Hættulegu bolti þarna fyrir, en Njarðvík ná að hreinsa. Sjáum Ósa og Viktor, þeir eru hér berjast hvora á að taka boltan. Ósi með boltan og Daða. Daði er auðvitað fyrirliði okkar Leiknismanna. Og við setjum virðingu á nafnið. Og við ætlum að sjá hvort að hljóðið sé í lagi. Hljóðið er í fínu standi. Og Sindri með boltan. Sjáu þið sendinguna hjá Sindra á Andi. Andi á Daða. Daði tilbaka. Ósi kemur boltanum upp á Robba. Sjáum skærin. Við heyrum það inni í hálfleik að Robby Kvendal væri teknískasti leikmaður Lengjudeildarinnar. Sindri Björns, sjáu þið Sindra, hann gappar hér Radic upp úr skónum. Dominik Radic, leikmaður Njarðvíkur, auðvitað einn úr þessari frægu Dinamo Zagreb akademíu í Króatíu. Og við bjóðum hér Eyþór kærlega til leiks aftur. Já, takk kærlega fyrir. Ég var í veitingunum. Hann var í veitingunum, sem er gott og blessað. Og við sendum að sjálfsögðu góðar kveðjur til Danmerkur, til Sævars Atla og Ásbjarnar. Já. Ég veit að þeir eru að horfa. Einu af þessum kveðjum sem kom í gegnum Instagram Leiknis. Jú, vissulega. Það var Róbert Kvendal með boltan. Það er að sparka hann þeir vilja fá aukaspyrnu. Já, í rauninni hálf furðulegt að við skulum ekki fá aukaspyrnuna hér. Jú, hann dæmir það. Já, fyrir rest. AD1, hann segir honum það að þetta hafi verið aukaspyrna.
Og nú þurfa leiknismenn að fara að láta finna fyrir sér út af því að eins og við sjáum áðan, áður en að útsendingin var komin í loftið, þá hefur okkur gengið illa á gerfugrasinu í fyrsta leik. Og við erum að fá þær fréttir að Kópavogsliðið komið yfir í Keflavík. Heldur betur. Eins og við tölum oft sem að menn geta peppaðir inn í fyrsta leik svona þegar maður eru nýlegar í deildinni. Já, ég meina þessu liði var, öðru liðinu var spáð upp og hinu niður, þannig að þetta bara svona stemningsmenn. Já, stemningsmenn, hárrétt. Sáum við þetta í dag, hvernig Breiðablik tók FH og pakkaði þeim saman 3-0 í bestu deild kvenna. Já. Ég var á þeim leik einmitt áður en ég kom hingað. Já, þú mætti væntanlega bara til þess að geta séð Rakel Hönnu í marki, eða ekki? Sem var svo ekkert úr. Nei, ég sá það, ja, það var reyndar ekki pælingin. En góð pæling. En Tindastóll, þeir unnuðu mitt Stjörnuna líka fyrir í dag. Jordan Rhodes með bæði mörkin. En nú það, við erum hér að ræða Leikni og Njarðvík. Njarðvíkingar auðvitað að spila í körfunni líka í kvöld. Fengum það hérna í eyrað. Við ræddum það einmitt áðan. Þetta er svolítið skrítið að gera Njarðvíkingum það að vera að spila á sama tíma. Og Leiknismenn með skot í stöngina. Nei! Arnór Ingi. Hann er mættur og hann er strax farinn að láta til sín kveða. Arnór Ingi átti skot sem fór í varnarmann og í stöngina. Óöfnir að skora ekki hérna. Og við erum hér í brasi með bílinn. Maður velti fyrir sér hvort að þetta sé einn af þessum dögum. Stöngin út. Já. Kvendal með hornið. Góður bolti fyrir. Aron Snær rétt nær að blaka þessum bolti í burtu. Davíð Júlían með hann ennþá. Og Andi. Kemur hann á Sindra Björnsson. Sindri fyrir markið. Það er oft svona sem vantar svolítið menn að vera þar sem að sendir hann. Já, það er rétt. Sindri auðvitað einn af þessum fáu leikmenn bæði fram í tíman og leikinn í fjórðuvítinni. Jú, vissulega. Sjáum hér Daða með boltan. Hann er auðvitað einn af þeim leikmennum sem er í 100 leikja klúbnum. Já. Hann og Sindri Björnsson er mitt. Akkurat. Hver var það aftur sem er hérna hjá okkur, sem er á svona næstur inn? Í 100 leikja klúbinn? Já. Ég veit ekki, ég held að Ósi sé búið með hann. Það er hann sem kominn í klúbinn. Já, en gott ef það er ekki Andi sem er næstur inn. Jú, það gæti bara verið rétt hjá þér. Sjáum þetta, það verður gaman að fylgjast með Aroni Einarsinni, en hann er að spila sinn fyrsta deildarleik fyrir leikni núna. Kom til okkur frá Selfossi. Já, og leit ágætlega út á undirbúningstímabilinu. Algjörlega. Og gríðarlega vel hann talað sem leikmann þegar hann kom til okkar. Jú, vissulega. Til leiknismanna. Vissulega. Með meðmæli frá einum virtasta framherja Íslands. Já, Gary Martin. Gary John Martin. Talaði að þetta var einhver duglegasti maður sem hann hefur æft knattspyrnu með. Já. Svo stoppum bara það. Já. Gary Martin er auðvitað einn af þeim leikmennum sem hefur spilað með Sindra Björnssoni á ferlinum. Jú, það er þetta hárrétt. Talaði einmitt að það var einhver latasti maður sem hann hefur æft með. Það er hárrétt. Nei, alls ekki. En annars voru leiknismenn að fá fyrsta gulu spjald leiksins. Já. Það tók eftir hvað það var. Við sjáum Arnór auðvitað Arsenal-maður líka. Sjáum Robba Hauks. Nei, hvað gerist hér? Hann bara hreinlega rennur. Og Ómar Só er að klúðra þessu eða hvað? Þú verður að skora á þessu færi. Ómar Só er að klúðra hér dauða færi. Já, það er rétt hjá þér, Eyþór. Þú verður að skora úr þessu færi.
En annars var það okkar eigin Sindri Björnsson. Hann kominn á spjald. Já, akkurat. En það ótrúlegt. En já, eins og við vorum að segja, þá erum við með bakverði, 2 bakverði inn á sem að halda báðum Arsenal og það hlýtur að vera gríðalegu liðstyrkur fyrir lið. Já. Sjáum hér Kenneth. Færi boltan yfir. Kæleo. Njarðvíkingar komnir heldur nálægt marki leiknismanna. Andi reynsaði þetta frá. Núna setja Njarðvíkingar á boltanum og þeir vilja ekki missa hann. En þá mætir Sindri Björnsson. Leiknismenn fá aukaspyrnu. Daði Bærings yfir á Arnór. Róbert Kvendal. Missur nú langt frá sér. Það er lagi, Aron með boltan. Keyrir upp að marki. Róbert. Laflaust í hendurnar á Aroni. Enn einn sóknin sem við náum ekki að nýta okkur. Og staðan auðvitað 2-0 fyrir Njarðvík. Góð sending hjá Njarðvíkingum en Daði, hann er bara of sterkur í vörninni. Auðvitað fyrirliði leiknismanna. Sjáu þið þessa sendingu hjá Sindra Björnssoni á Ósa. Sindri auðvitað einn af þessum laumu Arsenalmönnum. Með boltan. Kemur með út á kantinn á Arnór. Arnór sterkur. Hotspinna. Nei. Arnór hann sótti nú þessa hotspinnu. Þessi heimadámgæsla sem við pöntum, við fengum hann ekki alveg. Nei, því miður. Og kannski gaman að minnast á fjölmiðla aðstöðu leiknismanna í þessum leik. Hún er að dýrari gerðinni. Jú. Það er Tesla. Það er rétt. Það er Tesla. Fjölmiðlamenn eru... Já. Fréttaritari.net setur hún í rándýri Tesla. Já, sem var bara útöð fyrir þennan leik. Og Andi kemur boltanum upp en Ómar nær honum. Núna verða leiknismenn einfallega að fara að koma boltanum ofar og nýta sér þessar sóknir sem þeir hafa verið á. Og bolti fyrir Ómar Sót nær honum, kemur honum á, nei, Sindri Björnsson þarna, örugglega einhver misskilningur. Ómar Só, þetta er einn af þessum leikmönnum sem að Tom Saint-Fiet, landsliðsþjálfari í Gambíu, sniðgjakk fyrir AFCON í vetur. Já. Og þeir komast ekki upp úr riðlinum. Nei. Hann hefði betur haft eitt stykki Ómar Só í liðinu. Já, það er klart og var mikið talað um það á sínu tíma. Erðu, jú. Það sjálfsög frá leiknismenn hér á aukaspyrnu. Vel dæmt hjá Annum. Við flautum hér, bílflautunni í bílnum, til að þakka dómara fyrir góðan dóm. Arnór. Upp á Róbert. Róbert keyrir inn á völlinn, erðu. Hann sækir aukaspyrnu eða, nei. Nei, segir dómari leiksins.
þá geysast þeir upp völlinn. Daði Bærings 1-1. Já. Vinnur boltan að sjálfsögðu. En dómari leiksins, það er auðvitað Sveinn Arnarsson sem að neitaði þarna Róberti aukaspyrnu. Njarðvíkingar vinna boltan. Senda hann niður. Allarleið niður. Færa hann hérna upp. Og sjáum hér Aðstoðardómari 1 ætla að taka við honum. leikmenn Leiknis, þeir eru að fara að hita upp sem sitja á bekknum. Hvaða svona sviðismyndir eru að sjá fyrir næstu mínútur? Eru að horfa í skiptingu? Nei, ég get ekki sagt það. Nei, Nú jú, við eigum náttúrulega Hjalta, hann er kominn heim. hann er kominn heim að sjálfsögðu. Við gætum alveg hent honum inn á miðuna. Já, Það eru mörk í honum. það eru mörk í honum, það er hárrétt. Það er leiðileg sól farin að skína hérna. Akkurat. Akkurat í augun á okkur leiknismönnum. Og sjáum Andi, hann vinnur þennan bolta gríðarlega vel. Og Ósi, hann sækir innkastið. Kastar honum á Andi. Og ef ég ætti að lesa rétt í þetta, þá eru við að sigla inn í, það er meira en 60 mínútur liðnar af þessum leik. Og Sindri Björnsson, hann er ennþá inn á vellinum. Jú. Sem hlýtur að þýða það að hann eigi ekki marga mínútur eftir í dag. Út að það er að sjálfsögðu, vita það allir að hann spilar ekki meira en 60 mínútur í leik. Góð sending fyrir. En Aron Snær, hann blakar þessu burtu. Gott ef að ég sjáu ekki Dóminóspíl vera að leggja á planinu hjá Fellaskóla. Það segir okkur bara eitt að Sindri Björnsson hlýtur að vera á leiðin út af. Það er komið rosaleg sól hér í Breiðholti og hún er að gera okkur lýsendum erfitt fyrir. Andi færar hann yfir á Ósvald. Nú var þetta aðeins niður. Nú sé ég bara ekki hvað er að gerast. Nei, það er bara því miður þannig. Davíð Júlían, hann dansar með boltan. Andi er komin í hlutverk vinstri kantmanns. En hann fer aftur í vörðina. Arnór upp í horni, leikur á Ómar. Já, leiknismenn vilja hendi. En Sveinn Arnarsson, hann gefur lítið fyrir það. Njarðvíkingar með innkast. Arnór skallar hann, Aron. Ómar rétt missir á honum, vel gert, Andi. Og við ætlum hér að gera tilraun til að loka gluggum á bílum sem við sitjum í. En það er nefnilega málið með þessa nýju bíla í dag að ef það svissa á hann of lengi þá fer hann í Energy Saver mode og þá virka engar svissar. En Njarðvíkingar eru að sleppa í gegn. Það er Radic. Glæsileg tækling hjá Andi. Glæsileg tækling. Þeir bjarga þessu frábærlega. Það er ekki hægt að segja neitt annað. En já, svo við tala nú meira um þetta Energy Saver mode. Að þá virkaði þannig að ef að bíllinn er búinn að vera svissaður á lengi án þess að vera settur í gang þá sloknar á öllu rafmagni svo að það virkar ekki lengur að skrúa upp eða niður rúður til dæmis. En það er bara hægt að setja bílinn í gang og slökkva á honum aftur.
sem við og gerðum. Sjáum Róbert Kvendal. Með boltan fyrir Sindri. Hann nær ekki til boltans. Nú verða leiknismenn að fara að láta eitthvað gerast þarna í sóknarleiknum. Róbert Hauks á Sindra. Glæsileg sendi hjá Sindra á Ósvald. Ósvald keyrir inn á teginn, tekur skæri. Boltinn fyrir. Njarðvíkingar skalla frá. Róbert Kvendal með boltan. Fyrir á vinstri. Boltinn fyrir og Njarðvíkingar skalla frá. Þetta er svolítið búið að vera stefið í þessum leik. Já. Boltinn fyrir, Njarðvík skalla frá. Já. Nei. Hér er Andi Hóti að brjóta á sér. Hér er Andi. Brýtur á sér, leitur í gildru. Leiddur í gildru, það er hárrétt. Sindri í pressunni. Virðist bara að vera einn í henni. Aron, við komum bolta út á Arnór. Róbert Kvendal keyrir upp. Já, vel dæmt. Já, við erum að fá aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Vonandi að það geti gerst eitthvað annað úr þessari aukaspyrnu heldur en þetta þekkta stef. Leiknismenn gefa hann fyrir, Njarðvíkmenn skalla frá. Já, keyrir upp hinum einn. Já. Og stúkan, það er vel mætt í stúkuna. Já. Verður að gefa stuðningsmönnum Leiknis hrós fyrir það. Vissulega standandi stúka. Skemmtilegt. Já, það er standardur í stúka. Fólk hoppar hérna á milli. Það er Róbert Kvendal með aukaspyrnuna. Gefum með hann fyrir. Boltinn fyrir. Og hvað gerist þarna? Boltinn fyrir aftur fyrir endamörk. Markspyrna. Enn og aftur, erum við ekki að ná að gera okkur mat úr þessum fyrirgjöfum? Við verðum að fara betur með Við fyrstu verðum leikadegi. að fara... Já, það er hárrétt. Það er markspyrna að marki Njarðvíkur. Arnór Snær býst við að senda boltan eitthvað. Ég sé ekki neitt. Jú. Boltinn spennt langt upp völlinn. Beint og Kenneth Hogg sem er aleinn á miðunni. Við erum hér með gest í setti. Nemanja, hvernig finnst þér svona fyrstu mínútur? Já, það er komið með veitingar. Það eru veigar. Þakka kærlega fyrir. Gjörðu svo vel. Hvernig finnst þér svona fyrstu mínútur seinni hálfleiks fara af stað? Þetta væri ásættanlegt ef þetta væri fyrstu mínútu fyrri hálfleiks. Já. Þakka Nemanja kærlega fyrir. Leiknismenn alltaf höfðingjar heima að sækja. Jú. Það er aldeilis stjana við okkur. Njarðvíkumenn með langt innkast. Boltinn bara skoppar. Þeir falla í tegnum. Og Sindri Björnsson maður sem kemur þessu frá. Sendingu fyrir beint í lúkurnar á Viktori. Dauft yfir leiknum. En við höfum séð það að þessi leikur, þetta er einn af þeim leikjum sem ásætti eða líf. Jú, hárrétt. Og það er búið að kveikja á flóðlýsingunni hér á Leiknisvelli. Þá líður okkur vel. Já. Leiknismenn fá innkast upp við hotfána.
Heyrum hér í lóunni. Jú, hún mætt í Breiðholtið. Daði með boltan. Við heyrum að hérna Hjalti virðist vera að gera sig kláran til að koma inn á. Já. Það svona einmitt Koma svo Hjalti! Eina af þessum sviðsmyndum sem við vorum að tala um. Og ég skal hundur heita ef að hann ekki að koma inn á fyrir okkar besta mann. Sindri Björnsson. Hjalti vissulega búinn að vera á eldi í Bandaríkjunum. Já. Og vonandi hann geti haldið því áfram hér. Ósi með boltan. Róa þetta hans niður. Nei, kemur boltinn langur upp í hornið. Róbert Kventar stýrir honum. Skýtur í varðamann. Þetta svolítið svona eins og við tölum um á hann. Þetta svona stöngin út dagur í dag. Já, leiknismenn. það ekki hægt að segja neitt annað. Hjalti, gott að minnast á Bandaríkin. Hann auðvitað einn af þeim leikmönnum sem að koma til Leiknis. Að vestan. Með allt helviti skallerið. Já. Þeir tóku alla titlana þarna. Jú, það hárrétt. Háskólinn í Dayton, ef ég mann rétt. Já, Vestan Hafs minnur. Vestanhafs, já. Og hann einn af þessum leikmönnum sem getur spilað allar stöður á vellinum. Það bara vonandi hann sé ekki sattur. Já. Það hárrétt. Það eina sem við biðum um. Það breytingi á heimamönnum. Út af fyrir leikmaður númer 14. Davíð Júlían Málsson. Og inn á kemur leikmaður númer 20, Hjalti Sigurðsson. Já. Gefum honum Hjalta gott klapp. Velkomin heim. Velkomin heim, Hjalti. Það ótrúlegt að leikmaður númer 8 skulle vera áfram inn á. Já, og eins og ég segi, ég skal hundur heita, þannig, já. Ég kallaði hundur hér. Já. En þetta bara frábært. Vonandi að þessar taktísku breytingar Fúsa skili sér í mörkum. Það auðvitað það sem þetta snýst um. Það er mikilvægt að koma okkur á blað. Já, gríðarlega mikilvægt að koma okkur á blað. Þessi leikur, hann hefur nú alltaf sýnt það að hann á sitt eigið líf. Já, því ég get líka sagt það að Grótta er búin að jafna á móti Grótta Aftureldingu. eru búin að jafna. Svo það eru ótrúlega úrslit á flestum stöðum í kvöld í lengjudeildinni. Já, Damian Tíman jafnar fyrir Gróttu. Já. Njarðvík að vinna Leikni 2-0 úti, það er óvænt. Já, samkvæmt spám. Afturelding að gera jafntefli við Gróttu heima, það er óvænt. Já. Þróttur að tapa heima fyrir Þór, það er óvænt. Það er óvænt. Auðvitað. En við vitum það að leikmaður Þórs Sjáum hér, Sindri Björnsson, hann er að láta kloppa sig. Hann er að fara út af. Og brýtur á Kenneth Hogg á gulu spjaldi. Hann verðist ekki allir vera hann. Nei, hann sleppur við gult spjald. Og Kenneth Hogg ekki sáttur við það. Vissulega, já, þetta verðskuldaði ekki gult spjald. Nei, Sindri honum þreyttur í fótunum. Já, ég skal ekki segja. Sjáum hér Kæli og hann stillir upp. Hann ætlar að taka þessu spyrnu. Og við sitjum hér beint fyrir aftan Kæli og sjáum að nærhornið. Við erum með alla leikmenn Leiknis inn í teiknum. Hann gefur hann út. Og það er engin. Það er skot. Og Njarðvíkingar ná einhvern veginn boltanum, en já, Leiknismenn bjarga þessu. Róbert Haugs, hann tekur á stað en vinnur innkast. Þetta var rosalega auðvelt eitthvað. Það voru allir leikmenn Leiknis í markteig Leiknis. Já. Það er greinilegt að við ætlum ekki að fá okkur fleiri mörk. Nei. Eða að Leiknismenn ætla ekki að fá á sig fleiri mörk. Múra fyrir. En það sem ég var að segja að leikmaður Þórs Árni Elvar er búinn að vera mjög duglegur í hrísgrjónunum og kjúklingnum. Já. Alltaf fyrir norðan. Já. Þannig að það kemur svo sem ekkert á óvart að þeir skulu vera 1-0 yfir. Hann auðvitað byrjaði leikinn
sinn fyrsta keppnisleik fyrir Þór. Það er svolítið búið að vera að spara hann í vetur. Já, Það er fyrir svo stóru leiki. já, akkurat. Og Þróttur úti, það er auðvitað einn af þessum stóru leikjum. Það er einn af þessum stóru. Sjáum í leik Þróttar og Þórs að Birkir Björnsson, hann er á gulu spjaldi. Birkir stöðvar skyndisókn með harkalegri tæklingu og fær réttilega gult spjald að launum. Fannar Daði liggur niðri eftir tæklinguna. En nóg um þann leik. Sjáum Ósa. Við Gjörandi. verðumst vera komnir í 3 manna vörn. Já, Nei, það er bara algjör vilsa. Hvað er verið að senda mér hérna? sjáum skotið. Og Arnór Ver. Og leiknismenn vilja víti. En þeir fá ekkert. Ég skal ekki segja hvort að þetta hafi verið víti eða ekki, en Ég get ekki sagt neitt, ég sá ekki til í sólinni. nei. Það rignir inn skilabóðum þar sem að fólk er að segja að þetta hefði nú átt að vera víti. En við erum að sjálfsögðu ekki dómarar. Nei, vissulega ekki. Því treystu við þeim til að taka þessar stóru ákvarðanir. Já, já, að sjálfsögðu. Og kunnum þeim þakkir fyrir að sinna þessum störfum. Nákvæmlega. Njarðvíkumenn á innkast. Og eins og við segjum, við erum svona svolítið út úr okkar þægindaramma. Við svona gerum okkur best úr þessu. Já, við gerum okkar besta úr þessu og vonandi að áhorfendur hafi gaman að. Hlusta okkur tala um læðuna og dekkin. Breytingapakkan er på 3,2. Já. Það var farið í, það er verið að skipuleggja sektarsjóðsferð Leiknis eftir tímabilið. Jú. Skilst að það hafi verið farið til Lillhagen í Svíþjóð. En það er vissulega ekki búið að kjósa um það. Nei, Það var en einhver... svona öll vötn renna til Svíþjóðar. Já, svo vorum við líka að tala um Ásbyrgi. Já, Ásbyrgi, já. Go-kart. Go-kart, Nei, paintball fyrir ekki. paintball, já. Já, Og sjálfsögðu Benidorm. að Benidorm, já. Sól og sand og guggur og bjór. Já, sæll. Nei, ég var að ræða það eitthvað meira. Sjáum Robba Haugs. Kemur boltan upp í hornið. Hjalti nær ekki til hans. Og við erum að fá Jón Hrafn Barkason inn á. Spurning fyrir hvern hann kemur inn á. Ertu með sviðsmynd fyrir mig? Johnny er örugglega að fara að koma inn á fyrir Robert Kvendal, myndi ég giska á. Já. Og við myndum líklegast færa Robert Haugs yfir hægra megin og fá Jón Hrafn hérna vinstra megin. Akkurat. Inn á... Nei, Ósvald er að fara út af. Já, það er verið að blása til sóknar. Og nú erum við að fara í þessa 3 manna vörn. Já. Traustason, unna kemur leikmaður nr. 19, Jón Hrafn Barkason. Auðvitað stutt eftir að leiknum, svo leiknismenn verða að fara að gera eitthvað í sóknum sínum. Þessi leikur, hann er búinn að eiga sitt eigið líf. Jú, heldur betur. Og þess má geta þá er nýtt lið komið hérna upp í Breiðholtið. Það er lið FC Árbær. Já, undir stjórn Baldurs Márs Borgarssonar. Já, Borgarsinni. Og þeir eiga sinn fyrsta leik á morgun gegn Víði. Hvetjum við sem flesta leiknismenn og bara Hvetjum sem flesta knattspyrnu áhugamenn að mæta hérna på Dómus Nóvöllin kl. 12 Já, þegar leikurinn byrjar. Auðvitað styðjum við alla menn sem eru hérna á leiknisvellinum. og svo að leikloknum þá hvetjum við að sjálfsögðu alla sem koma á leikinn til þess að skella sér á álfinn og horfa þar á ensku deildina. Jú. En það er alltaf boltatilboð þar og við erum miklir aðdæmendur á álfinnum. Heldur betur. Fer alltaf vel um hann á álverðum. Já, já.
Og áhorfendur í útsendingu, þeir sjá hér stóran stálturn í bakgrunni fyrir aftan stúkurnar. En það er að sjálfsögðu rennibrautirnar í Breiðholtsleik sem er besta sundlaug Þetta Reykjavíkur. hljót. Og við erum ekki að fá neitt dæmt á neitt. Eða leiknismenn, meina ég. Róbert Hauks vinnur boltan vel. Vel gert. Herru, kom okkur upp öllin. Og Hjalti með boltan. Hjalti með boltan. Sparkar honum upp á Ómar Só. Nei. Ómar Só nær ekki til boltans. Jón Hrafn. Hvað gerir Jón Hrafn? Hann er að klúðra. Ó, ég sá ekki neitt. Jón Hrafn er að sækja hotspinnu. Þetta er bara one of those days. Bara því Já, við erum miður. Jón Hrafn í dauðafæri. En nær ekki að koma boltanum í netið. Hann er nýkominn inn á og vonandi fær hann bara fleiri svona tækifæri. Hotnið. Við erum að sækja hér vítaspinnu. Nei, við erum ekki að fá vítaspinnu hér. Jón Hrafn dansar með boltan. Kemur hún fyrir. Ómar Díuk er kominn á skriði. Hann er kominn einn í gegn. Nei, Aron. Róbert Kvendal. Vel gert, Aron, glæsileg tækling hjá Aroni Einarsinni. Frábær vinnsla. Þetta er nákvæmlega það sem að Gary Martin var að tala um. Nákvæmlega. Það er bara hárrétt. Þetta var frábær varnarleikur hjá Aroni. Hljóp þarna uppi Ómar og vann á honum boltan. Ekki hægt að biðja meira. En við erum að missa boltan allt og oft á þeirra vallarhelming. Sjáum Arnór. Kemur með hann fyrir. Þar var Hjalti, en nei, það var ekki Hjalti, það var Robby Hauks. Sindri með frábæra sendingu á Hjalta. Hvað getur Hjalti gert í þetta? Skilur hann tilbaka. Andi. Breit. Róbert Kvendal. Fyrir á vinstri. Skot. Robby Kvendal er að skora! Sjáu þetta mark! Glæsilegt mark. Það er búið að brjóta í sinn. Glæsilegt mark. Frábærlega gert af Róbert Kvendal. Þetta mark á 83. mínútu er ég nokkuð viss um. Þetta voru sannkallið gæði. Já. Njarðvíkingar byrja með boltan. Nú verðum við að berja járnið meðan það er heitt. Sindri með boltan, kemur honum á Robba. Sindri aftur. Hvað ætlar Sindri að gera? Sindri keyrir upp. Kemur honum á Robba. Robbi með hann fyrir. Hotspinna. Njarðvíkingar bjargi hot. Nú verða leiknismenn að nýta þetta momentum og ná inn 3 í viðbót. Jú, nú er búið að brjóta í sinn. Ef þeir ætla að fá eitthvað út úr þessum leik þar að segja. Það vantar okkur bara 2. Fyrir okkur hlutlausu þá viljum við að sjálfsögðu fá fleiri mörk. Hotnið. Það er skalla frá á nær. Robby fær boltan. Hann var með þennan bolta í þessari stöðu áðan. Það var nú lesið. Já, þetta var lesið. Njarðvíkingar koma hér 4-5 á 2. Ómar nær boltanum, sjáum Aron. Aron lætur kloppa sig, en Viktor. Þeir eru að klúðra hér einhverju mesta dauða færi sem ég hef séð. Kenneth Hogg setur hann framhjá fyrir óvættu marki. Þetta var dauða færi, Eyþór. Þetta hefði líklega klárað leikinn. Þetta hefði, já, klárað leikinn. En, já, Viktor, gefum honum bara hrós fyrir að hafa lokað markinu gríðarlega vel þarna. Þetta var dauða færi. Aron lætur kloppa sig með sendingunni yfir á Kenneth og Viktor bara... Það er Ómar Só. Kemur boltan fyrir, Jón Hrafn. Nei! Njarðvíkingar bjarga þessu frá Hjalti með boltan. Tekur hann í fyrsta inn á teig. Setur hann bara í hendurnar á Aroni. Já, setur hann í hendurnar. Það er mikil sól hér í Breiðholti og hún er að gera okkur erfitt fyrir. Já, leiknismenn vinna boltan. Robby Hauks, glæsileg vinnsla hjá honum. Hann keyrir núna upp.
Gefum boltanum á Jón Hrafn. Andi, við erum að nálgast crunch time í þessum leik. Og við setjum hér bílinn í gang og slökkum aftur. Leggjum honum fyrir mark leiknismann. Já, við erum að keyra hér inn á völlin, inn í mark okkar leiknismanna. Eða leiknismanna, við erum auðvitað þeir hlutlausu. Segi það nú ekki. Hotspyrna, Róbert Kvendal. Kvendal með hotnið. Kemur boltanum fyrir á, hann er lár á nær. Hann ætlaði líklega að setja hann í fjær. Líklega. Aron keyrir á stað. Farið bara alla leið. Kemur hann á Andi. Andi með boltan fyrir. Njarðvíkumenn skalla frá. Kvendal með boltan fyrir. Þar var engin nema Njarðvíkingur. Og hér er Robby Kvendal feldur. Og leiknismenn sækja innkast. Hvað myndið þú telja að sé svona þið fullkomna hotn? Fullkomna hotn? Já, hvað er svona besta útfærslan að þínu mati? Bara sú útfærsla sem enda með marki. Ég meina, hvað finnst þér svona fallegast að sjá? Sjáum Jón Hrafn, hann er með skotið, Hjalti nær boltanum. Ég er auðvitað mikill aðdáandi þess að koma með bolta á nær, flikkunum þar með skalla yfir á fjær og þar er leikmaður sem kemur boltanum í netið. Já, ég vil freka bara þetta sé skalla beint inn. Þú vilt taka það stutt? Nei. Neglunum pönnunum á hvern gaur og inn með hann. Já. Herri, boltinn var nú farin út af þarna. Þetta var hotspyrna. .88 á klukkunni hjá okkur. Njarðvíkingar auðvitað enn eitt liði sem Arnór koma. Má ég sjá. Njarðvíkingar skalla frá. Daði. Og þeir keyra upp. 3 á 1. Sjáum Aron, hann kemur í humans. Sjáu þið Robba Högst, þvílík tækling. Sko, þessar tæklingar sem við erum eða sem að leiknismenn eru að kasta fram hérna í þessum nauðvörnum sínum eru ótrúlegar. Þetta var frábær vörn. Já, og gott ef það er ekki Íbra sem liggur eftir, en hann er kominn á lappir. Já, Sindri Björnsson missir boltan klaufalega. Þeir keyra upp í hotnið hérna. Já, er allir upp í hotn. Jón Hrafn, Verst Kæli og hérna Íbra, Sindri. Halda vel í boltan Njarðvíkingar. Sindri, hann sækir aukaspyrnu. Nei, ekki á þetta. Já, eins og ég var að segja, Njarðvíkingar auðvitað eitt af þessum sjávarþorpum sem er að koma hér upp í Breiðholtið. Það hefur reynst þeim erfitt sem er að koma úr plássunum sem eru alveg niður í sjó. En ekki Njarðvíkingum hér í kvöld. Nei, ekki. Þeir hafa sennilega hefur undirbúningurinn verið góður. Auðvitað höfum við séð lið taka basecamp. Jú. Það sem þau tjalda í 3 daga við rætur Breiðholts niður í Mjódd. Til þess að undirbúa þennan svona, hvað segir maður, elevation mun. Þetta er auðvitað, maður þarf að aðlast bara eins og þegar að HM var haldið í Mexíkó, eða ekki? Sem er hæsta HM sem hefur verið haldið. Jú. Ég held að það hafi verið í Mexíkó, en ég veit það ekki alveg. Þetta er ekkert grín að koma hérna upp í 110 metra og spila knattspyrnu. 90 mínútna leik. Og þá sérstaklega ekki ef leiknismenn ætla að verjast svona eins og þeir eru búin að gera hér í seinni hálfleik. Robby Kvendal missir boltan út af. Nú erum við að nálgast síðustu mínútu leiksins og Njarðvíkumenn gera skiptingu. Og leiknismenn. Já. Sindri Björnsson fyrir að velli. Já. Og Þorsteinn Emil, hann er að koma inn á. En hann er nýkominn frá Val. Breyting hjá Njarðvík út af fara leikmenn. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, Já. það passar. Hann er á láni. Nei, hann er ekkert á láni.
Og inn á Nei. komið leikmaður númer 14, Amin Klosik. Einn af þessum leikmennum sem var opnað veski fyrir. Freysteinn Ingi Guðnason. Og við Og Já, leikmennir verði um akkurat hlustum á vallarþul Leiknisvallar. Og inn á komið leikmaður númer 22, Þorsteinn Emil Jónsson. Nú vinnur klukkan með Njarðvíkurmönnum. 91. mínúta og nú verða Leiknismenn að koma boltanum upp. Það verða að vinna fyrst. Andi, hvað gerir Andi? Kemur hún á Viktor. Þeir eru að koma á boltan. Þetta var nú hættulegu leikur, Já. en þeir redda þessu fyrir resti í innkast. Njarðvíkurmenn eiga innkastið. Þeir ætla sér út í hotn. Robin með boltan. Nú verða Leiknismenn að koma á boltanum upp. Þorsteinn Emil missir boltan. Þorsteinn Emil reynir að vinna hér boltan. Andi nær honum. Vel gert hjá Andi. Nú koma Leiknismenn. Jón Hrafn kemur á Robba Hauks. Andi hjum boltanum inn á miðsvæðið á Daða. Kom með boltan inn í teig. Jón Hrafn inn í. Hver er þar? Engin, jú. Nei. Markspyrna. Og þá gerum við ráð fyrir að leikurinn sé að fjarast út eða hvað? Okay. Dómari leiksins, hann ætlar að leyfa Njarðvíkingum að taka allavega markspyrnuna. Spurning hversu mikið er eftir af leiknum. Við erum komnir á 94. mínútu. Það flautar þetta af. Þar með Leik er þessum lokið. leik. Fyrsti leikur Leiknis á tímabilinu, heima á móti Njarðvík, 2-1 tap. Og við þökkum bara kærlega fyrir okkur, áhörnendur góðir, Já, takk fyrir okkur. og við sjáumst hér bara, hvað, eftir 2 vikur. Áfram Leiknir!